Ég ætla aðeins að fara hérna ég tók í undirbúningsfyrir hérna fyrirlestina núna, þá tók ég mynd af hérna, fór ég í ísskápinn minn, ef ég ekki hefði komið þarna. En hérna eru þessi E-númer. Þetta eru ýmis fosföt sem eru í matvælum, þessi aukaefni í matvælum. Hérna eru númerin, E338 til 341, E442, E450, 452, E541, það er náttúrulega ekki fyrir heilbrigðana að muna þessi númer. Þannig að ég held að sko, maður þurfi eiginlega bara haft í símanum sínum ef maður með snjallsíma eða litlum bréfsnepli eða eitthvað slíkt til að vita að þetta sé það sem maður þurfa að forðast. Og svo hérna, ég vísa hérna í bækling aukaefni í matvælum. Það eru öll E-númer sem að hérna, til eru og notuð í matvælum. Þetta eru fosföt. Ég fór í ísskápinn minn í gær og hugsaði, hvað er það sem ég hef verið að kaupa? Þannig að hérna, þið kannast þetta? Hérna, hvað er þessu? Lyftiefni E450 og 500. Það er E450, það er fosfat. Þannig að þegar við setjum lyftiduft í kökuna, þá erum við að setja svona aukaefni sem er fosfat og nýtist líkamanum rosalega vel og gefur honum ekki gott ef maður sérstaklega ef maður er nýtandi. Það er hægt að nota vínsteins lyftiduft í staðinn, það er ekkert fosfat í því. Þannig að það er svona, maður er alltaf að læra eitthvað nýtt sko. Getum við hafa meiri í ísskápnum mínum. Smurostur. Ég har 2 drengi sem að taka mikið nesti með sér, þeir eru sólgnir í smurost. Þessi er undan með baconi og ég hugsa að hérna er mónonatriumfosfat. Hérna gefur þetta ekki E-númer, heldur bara nafnið. Fosfat og svo dinatriumdifosfat, kaliumpólífosfat. Það er fosfat og svo meira fosfat. Það voru fleiri tegundir af smjörostum þarna hjá mér. Þeir voru allir með þessu fosfati. Það var ekki bara baconi. Þannig að það er heilmikið af fosfatum í svona smjörostum. Þetta eru svona aukaefni sem að sogast upp í blóðið mjög auðvitað. Ostur er góður og þetta fannst mér ekki góða réttir. En þá er hérna, því þekkið þetta dalafeta. Þetta er með þurrkuðu tómatum, mjög gott. Hvað er það? Það er ostur og mjólk og salt og mjólkur, ostaleipur og hvítt olía og ekkert fosfat. Þannig að þetta væri sko, það er mikið fosfat í mjólk, en það er óþarfi að bæta meiru í það. Það getur verið að koma þeim tímapunkti að nýrnastarfsemin verði svo léleg að maður verður að forðast mjólk út af fosfatin sem er í prótínunum þar. En maður ætti nú kannski vita að forðast ostinn sem er með extra fosfatin og velja þann sem er með svona minna. Meira í ísskápnum mínum. Þetta er bara venjulegur brauðostur. En mikill ostur keyptur hjá mér eins og við sjáum. Það er bara mjólk, undarinnar salt og ostaleipur. Rotvarnir er E252. Það mun ekki vera fosfat. Þetta er gamli góði brauðostur. Það er alveg ekki viðbætt fosfat. Það er heilmikið fosfat í ostu og hún hálfum að þetta segja það. En það er alveg ekki viðbætt fosfat.